tíma. Þannig að loksins að koma að þessu og loksins erum við að koma okkur aftur inn á EM. Fyrsti leikur við Holland 2009. Við eigum svo Úkraínu þarna 5 dögum seinna 1. des áður en að við endum þetta svo á Þýskalandi 3. desember. Hörku riðill, engin spurning. Nú, hópurinn þessi. Við erum með í markinu Elínu Jónu Þorsteinsdóttur og Hafdísi Reynardóttur. Vinstra horni eru Dana Björg Guðmundsdóttir og Perla Rut Albertsdóttir. Hægra horni Katrín Anna Ásmundsdóttir og Þóra Rósa Stefánsdóttir. Á línunni eru Elísa Elíasdóttir, Katrín Tinna Jensdóttir og Steinunn Björnsdóttir. Vinstri skyttunni fyrir utan eru Andrea Jakobsen og Jóhanna Margrét Sigurðardóttir. Miðjunni Elín Klara Þorkelsdóttir og Elín Rósa Magnúsdóttir. Hægra megin fyrir utan Díana Dögg Magnúsdóttir, Rut Arnfríður Jónsdóttir og Þía Ímani Sturludóttir og svo erum við með sérstaka varnarsérfræðinga í Sunnu Jónsdóttir og Berglindi Þorsteinsdóttir. Þetta er þess að hópurinn sem við förum með út og þetta er hópurinn að þeir 18 leikmenn sem við valið til að taka þátt í þessu verkefni og ég er bara virkilega spennt að hefja þessa keppni. Mynda staffinu líka, verður að koma með. Þetta er svo sem eins og þetta hefur verið undanfarin ár og svo sem ekkert nýtt þarna og ekkert spennandi kannski. Komið. Já. Já, við erum afskaplega stolt af þróuninni í kvennahandboltanum hjá okkur. Þetta er annað stórmóti í röð og þetta er stór hluti af langri vegferð sem við erum að fara í og hvert mót mun veita okkur meiri reynslu og meira sjálfstraust. Þannig að við munum ná úr þessu eins miklu og við getum. En eru spurningar til þjálfarana hérna? Já, bara var það mikið hlauselskur, setjandi yfir þessu og verðandi inn á hóp? Já, það var það. Getum alveg viðurkennt það að við vorum við þurftum að sitja yfir þessu og taka erfiðar ákvarðanir sem er gott, sem er jákvætt. Við erum þetta með leikmenn sem hafa verið viðlóðandi til lengi. Lilja búin að vera hjá okkur í vinstra horninu í núna nokkur ár. Hún því miður meiddist í verkefninu í septemberlok og hefur lítið spilað. Við köllum Söndru inn í seinasta verkefni til að tékka á stöðunni og hún lítur og leit mjög vel út og er á góðri leið en við hefum hugsanlega þurft svona 1-2 mánuði viðbót. Það er ekki nema rétt 4 mánuði síðan að Mertin Leó kom í heiminn. Þannig að já, þetta var hausverkur og það er þarna leikmenn sem við þurftum að taka erfiðar ákvarðanir með. Fleiri? Hvað sem þú vilt bæta við þetta, Gústi? Nei, ég raun og veru ekki sko, annað en bara tek undir með Arnari að það bara tilökkun að taka þátt í þessu móti. Þetta er hörkur rit sem við erum að fara í. Það er Holland auðvitað með feikjalöflutlið og þjóðverðinni líka. Úkraína kannski svona aðeins meira svona óskrifa blað en liðum við bara verið í bara ákveðni vegferð og spilum vel núna síðast á móti Pólverjum og maður er bara svona spenntur að sjá bara framhaldið á stelpunum. Þetta er þéttur og góður hópur og góð blanda, bæði yngri og efnilegi leikmenn sem að vera að taka góð skref í blandu þá eldri leikmenn og reyndari. Þannig að ég bara held að við höfum búist í bara spennandi móti en leið meðvitum að anstæðingurinn auðvitað fengið öflugur en spennandi mót framundan og ég bara hlakka til. Já, og ef að það er ekki frekari spurningar þá þökkum við Icelandair fyrir afnot hér af glæsilegu húsnæði þeirra og